Búðin okkar lætur ekki mikið yfir sér. Við sofum í tjöldum hér fyrir verð sem jafngildir 4 stjörnu hóteli í stórum evrópskum borgum, en einhvern veginn umhverfi hér meira í líkingu við það sem mann dreymir á löngum, köldum, vetrarkvöldum í það minnsta. Og félagsskapurinn skemmtilegur eins og þessi litli snákur vitni Maður fer út snemma á morgnana og aftur síðdegis á daginn. Og þá kemur í ljós að það ekki heimsborgarar sem maður hittir heldur vörtusvín. Vörtusvínin eru talin til þeirra 5 ljótu í Afríku, en þessi fjölskylda nú þannig að manni finnst hún ekki endilega teljast í flokki þeirra. Þetta afskaplega vinaleg samkunda og manni líður vel í návist þeirra. Og með þessi hné þarf mann ekki að skamma sín þegar lággróður annars vegar. Þessi fílskvíga hefur tekið sig út úr kvendýrahjörðinni og ekki að ástæðulausu. Hún frjó. Það þýðir að karldýrin sem halda sig í grennd við kvendýrahjörðina þurfa að vita af henni til að koma og gegna hlutverki sínu. Fílar lúta mæðraveldi. Það þýðir það að foringi hjarðarinnar ættmóðurinn, en karldýrin allt í kring og þjóðgarðsvörðurinn útskýrir fyrir okkur að þegar einhver kvígana sé frjó, það láti hinar karldýrahjörðina vita svo þeir geti komið og gert það sem þarf að gera. Vörtusvínagrislingarnir eru kallaðir loftnetin af því að þeir reka halana svona hátt upp í loftið hlaupum til að sýna hverju öðru hvernig að fara í gegnum grasið. Það veisla hjá öpónum. Þeir eru að éta fræin úr bjúaldinum sem hanga hér upp í stórum fornum trjám. Bjúaldin vaxa á trjám sem getur orðið 300 til 500 ára gömul. En við sjáum ekki stóru dýrin út á sléttinu, en við sjáum ummerkin þau. Og það svo sem að nóg að hyggja þótt ekki sjáist fílar, gíraffar eða nashyrningar. Þetta fiðrildi undurfagurt. Og ekki nú blómskrúðið síðra. Hver jurt, hvert dýr gegnir ákveðnu hlutverki hér í Óshólmasvæðinu og við sjáum að jafnvel bjöllurnar litlu njóta þess að ganga í fiðurblómskrúðinu og gera sér það að góðu. Pálmarnir glæsilegir þar sem þeir bera við himinn og líka þeir, bera ávöxt. Allt gengur þetta út á, já allt, að jurtir og dýr fá að lifa af og að næsta kynslóð verði til að halda áfram að bera boðin inn í framtíðina það hvernig að lifa lífinu hér á jörð. Okavango, Óshólmasvæðið, hérna langt inn í eyðimörk einstakt í náttúru jarðar. Búið að vera friðland í hálfa öld og verður vonandi alla tíð.